Ég stödd hérna í Krossavíkinni sem stendur við Hellisand. Hér fyrir aftan mig gamalt athafnasvæði, gömul höfn og fleira. Við ætlum að hitta hann Kára í frystiklefanum hérna, en það svo vont veður að við báðum hann bara að hitta okkur upp í frystiklefa. En hann að skoða það að opna sjóböð hérna í Krossavíkinni. Kári, ég hef heyrt þig segja sjálfan að frystiklefinn orðin eins og bara miðjunafnið þitt eða ættarnafnið þitt eða eitthvað svoleiðis. Þú ert alltaf kenndur við frystiklefan. Já. Og þú ert rosa frumkvöðull og ég veit það. Og nú ertu búin að vera að vinna í þó nokkuð tíma, 2,5 ár, að öðru verkefni sem líka risastórt. Sjóböð í Krossavík. Já. Hvernig kemur það til? Hvernig kemur það til? Það bara eins og allt annað kemur til. Það bara fæðist einhver hugmynd hjá mér sem að fer í einhver svona þróun og ég kýli bara á að byrja að skoða og fá einhver svona, sjá hvernig landi liggur og hvort það sé einhver möguleiki á að framkvæma. Já, þannig hefst þetta bara og úr varð þetta sjóbaða projekt sem bara risavaxið og bara langstærsta sem ég hef tekið mig fyrir hendur sko, hingað til. Ég mjög mikið fyrir það að horfa á þetta gamla sem að fólk heldur að sé bara komið úr tísku eða ónothæft, bara alveg eins og með frystiklefan og með götulistaverkin á Hellisandi. Þú veist, ég ógeðslega mikið að skoða svona rými sem að kannski fólki fari að finnast bara þurfi að fara að ryðja úr vegi einhvers staðar. Þannig að ég var alltaf með gamla íþróttahúsi á Hellisandi, ég var svona mikið að pæla í því. Af því að það var komið nýtt íþróttahús í Ólafsvík sem allir krakkarnir voru farnir að fara í íþróttir þar. Og þetta var þá íþróttahús sem stóð svona mestu leyti bara tómt, var ekkert notað. Og svona upphaflega hugmyndin mín var að nota þetta íþróttahús af því það sundlaug undir gólfinu, þetta svona sveita íþróttahús. Og mér langaði til að búa til einhvern baðstað bara nota sundlaugina, bara basically. Byrja að nota hann aftur og kannski setja bara sjó í sundlaugina og svo vinna út frá því. Og það var svona upphaflega pælingin og ég bara hnoðaði saman í einhvern svona hugmyndastyrk, eða þú veist, ég sótti einhvern svona hugmyndastyrk bara á einum degi fyrir þetta sko og svo þá fékk ég þann styrk af því að þeim þótti hugmyndin svona skemmtileg. Og þá kom maður inn í þetta sem heitir Páll K. Pálsson sem svona viðskiptaráðgjafi og hefur verið með mér í verkefninu síðan. Og við fórum svona aðeins að velta upp þessu möguleika og síðan skoða í kring. Og svona smá saman þá fórum við að svona þróa þessa pælingu og enduðum þarna út í Krossavík með nýjan svona baðstað. Og verkefnið komið það langt að það búið að teikna þetta upp, eða ekki? Eða svona drög að teikningum, eða ekki? Og svona... Jú. En við erum á köldu svæði. Er það ekki einhver rosa þröskuldur? Jú, það alveg áskorun. Það auðvitað stór áskorun og örugglega margir sem að horfa á okkur og eru bara hvað vitleysa í gangi. En það samt, þetta bara partur af því að vera í svona projekti. Við þurfum að reikna þetta út, hvað við getum gert bara með á köldu svæði. Hvernig við getum hitað upp vatnið með hvaða aðferðum. Það alltaf að koma nýjar og nýjar aðferðir og tæknilausnir og þetta ekki jafn dýrt og þetta var fyrir 20 árum. Og svo eru svona, nokkrar svona sviðsmyndir sem við mögulega gætum endað í upp á hitunin á þessu vatni. En svo erum við líka bara að leggja áherslu á að vera kannski ekki með jafn mikið af heitu vatni, mikið rennsli af heitu vatni eins og í öðrum laugum. Þetta minna batteri heldur en flestar aðrar svona laugar og við erum og ég að bara skoða aðra hluti líka eins og bara kalt vatn eða áherslur á annars konar upplifanir, eitthvað svona sem aðeins meira út fyrir boxi og kannski aðeins öðruvísi heldur en á öðrum svona stöðum á landinu. Já. Lýstu aðeins fyrir með Krossavík? Bara ofboðslega fallegt svæði sko. Ofboðslega fallegur staður, frábær staðsetning fyrir svona baðstað, upp á útsýni að gera. Þarna bara allt litrófið af veðurskilyrðum. Það getur verið náttúrulega alveg bara yndislegt í góðu veðri að vera þarna og bara friðsamlegt og dásamlegt og svo koma brjálu veður og þá bara öldugangur og þá jafn mikið þá rosa mikið sjónarspil að vera þarna fyrst mér þegar öldugangur því að það guðsast út allt og það bara náttúran
að sýna hversu megnuð hún En já, þetta bara fjölbreytt og skemmtilegt útivistarsvæði og ég held að með tilkomu svona staðar sem að mjög fyrirferða lítill, þú veist, í því hvernig hann hannaður og hvað við erum svona að pæla og eins og skipulagsarkitekt Snæfellsbæjar orðaði það, þetta svona kurteist. Mér finnst þetta svo fyndið, þetta svo kurteis arkitektúr. Ég mjög hrifinn af því að mér finnst þau þurfa að vera svona kurteis inn á þessu svæði í þessari þróun. En ég held að, já, með tilkomu þessa staðar þá bara geti Krossavík orðið ennþá aðgengilegri og skemmtilegri svona útivistarstaður, bæði fyrir okkur sem búum hérna og líka bara fyrir alla sem að heimsækja svæðið. Og vonandi verður þetta hvati fyrir bæjarfélagið að skoða þetta svæðið ennþá betur og hlúa betur að því.